Takk fyrir fallega spilið, Steinunn. Hjartanlega velkomin þið öll sem eru með okkur. Þið eru kannski búin að finna til lexíuheftið ykkar. Ef þið eru ekki með hefti, þá er hægt að finna efnið á netinu. Ég ætla að bjóða okkur hjartanlega velkomin að vera með okkur hérna meðan við förum yfir lexíuna saman. Ég ætla að lesa ritningatextan úr lexíunni sem er á 2. Tímóteusbréfi, kafli 3, vers 16. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, við biðjum þig að vera með okkur í dag. Við erum í anda með trúsystkjunum okkar út allan heim sem að taka þátt við mismunandi aðstæður, í mismunandi kringumstæðum. Ótrúlega margir núna bara heima því að kirkjurnar eru lokaðar á svo mörgum stöðum. En einhverjir geta þó komið saman og vonandi við fljótlega. Við ætlum alltaf samt að vera í andanum með þér, við viljum læra frá þér, við viljum læra úr ritningunni og við þekkum þig fyrir að við fáum að gera þetta svona saman og við fáum þessa skemmtilegu stemmingu að vera saman í lexíuhóp og stúdera saman með vinum, vandamönnum og kunningjum og svo þeim sem tengjast okkur á netinu. Við biðjum að blessa yfir samræðurnar og samvistirnar, hver sem þær eru og hvernig sem þær fara fram í Jesú nafni. Amen. Og þá ætlum þið heima að syngja með okkur. Við erum eins örfá hérna eins og hægt er, eins og alltaf. Við ætlum að passa okkur að hafa góða metra á milli en þið þurfum ekki að passa það eins vel heima. En við ætlum að syngja samt saman Sálmi númer 263 á Herrans helga degi. Við ætlum að taka það fram að kristniboðsgjafirnar sem að það renna til kristniboðssvæða víðsvegar heiminn, að þið sjáið tölurnar fyrir reikningana sem hægt að leggja inn kristniboðsgjafir og fleira í lok útsendingarinnar.
Og hérna mynd á að það kyrrðarstund í kirkjunni á þriðjudögum klukkan 12 til 13 í hádeginu og þau ætla að reyna þetta og virða samt fjölda og fjarlæga takmarkanir, að lesa saman, ræða saman og biðja og allir eru velkomnir. Og svo það guðsþjónusta næst sem verður sérstök og alveg sérstaklega skemmtilega því að börnin munu þá sjá alla dagskrána svo endilega verið með næst og ef þið vitið einhver börn sem að þið gætu haft svona í nálægðinni nágranna eða fjölskyldubörn þá endilega hafið þau með næst. Manfred ætlar svo að kenna leksíuna hjá okkur núna sem að fjallar menntun og endurlausn eins og hún kölluð. Ég ætlaði aðeins að skjóta inn hérna af því að það kom upp þetta með kristniboðsgjafirnar að því við erum búin að vera núna þessa viku á vetrarfundum sem að vanalega fara fram í Svartfjallalandi. Við erum á netinu bara á Zoom vetrarfundi núna alla daga og þá kom fram í gær, þá var fjármálastjóri deildarinnar að fara yfir málin og þá kom fram að þau voru búin að gera ráð fyrir bara miklu hruni í tíund og gjöfum og öðru og vissulega varð einhver lækkun en það kemur í ljós að trúfestin hjá meðlimum kirkjunnar svo ótrúlega, jafnvel fólkið sem að hefur ekki kannski vanist þeirri menningu eins og hjá okkur að borga bara á netinu. Það fólk hefur farið í margt hvert annarkvort að fá börnin sín eða aðra til þess að gera þetta fyrir sig eða hafa bara hreinlega lært að gera þetta til þess að gjafirnar komist til kirkjunnar. Svo þetta hik sem kom fyrst þegar að COVID skellur á, það hefur svona aðeins jafnað sig og tölurnar eru ekki eins agalega vondar eins og margir kannski óttuðust. Svo það hefur bara sýnt sig núna að gjafir og annað þetta að skila sér betur en við þorðum að vona. Svo sérstaklega auðvitað, ég heyrði frá kollegum mínum hér á Norðurlöndunum og þar hafa greiðslur hækkað, tíund og gjafir. Fólk áttar sig á því að hversu mikilvæg kirkjan í svona erfiðum aðstæðum og það gefur enn meira örlæti jafnvel heldur en vanalega. Svo það hefur gerst í öllum Norðurlöndunum en niður í Evrópu þar sem að fólk ekki vant að nota netið, þar það samt að taka þess við sér. Svo þetta eru góða fréttir. En nú förum við til Manfreds. Komið sæl og blessuð. Já, ég held það. Gavin hinum megin, hann verður með ræðuna á eftir, en hann er hérna með enskumælandi hóp á Zoom, hérna hinum megin við, bara í hliðarsal. En við ætlum að fara í 8. leksíu, mér finnst það ótrúlegt, sko, 8. Við munið því ég var á seinn með leksíuna síðast, það var mér að kenna. Hún kom of seint og það 8 vikur síðan. Finnst það bara eins og það hefur gerst núna í síðustu viku. Þannig að tíminn sannarlega fljótur að líða og eftir mánuð þá kominn stysti dagur ársins, þá lengist aftur. Hvað komin mörg á línuna? Það bara komið fullt af fólki. Já. Sæl og blessuð. Það svo gaman. Og þau hérna að senda okkur frábæra kveðjur og eru að hvetja hvort annað til þess að nota símann, tölvuna eða hvað sem og senda skilaboð. Kristín Lára segist að vera búin að senda mörgum skilaboð. Ég fekk líka takk Kristín. Svo það verið að senda hvatningu og stuðning í allar áttir og það alveg frábært og þið eru frábært að vera með okkur. Það eru 40 manns búin að stilla inn bak við hverja tölvu, eru kannski 2 eða 3, svo þetta voða skemmtilegt og ómetanlegt og við
gefumst ekki upp þó að vírusinn sé ennþá í gangi, þá látum okkur hafa þetta og gerum þetta bara eins og við getum. Það er líka annað sem ég uppgötvað sem mjög áhugavert og einlega gaman. Munið því þegar við erum saman í lexíuhóp, tala ekki að vera 40 manna hóp, þá er þetta mjög mikið þannig að bara einn má tala og hinir þurfa að þegja því þau eru einhvern og kannski eru 2-3 að vonast eftir að fá að segja eitthvað en þau vilja ekki trufla, svo eru sumir sem bara eru náttúrulega feimin en í þessum YouTube rásum þá getið þið náttúrulega verið í samtali á milli ykkar og það truflar engan, það má bara, það má eiga sér stað svona umræða en ekki vera feimin að láta einmitt hugsanir ykkar spinnast út frá ykkur, hvort að það tengist nákvæmlega þessu sem við erum að tala eða ekki, það í rauninni náttúrulega, í raun og veru erum við miklu frjálsari með þessum hætti vegna þess að þið hafið líka orðið, alveg eins og við hér. Skulum biðja. Drottinn Guð, mig langar til þess að þakka þér enn og aftur og alltaf fyrir þitt orð, fyrir þetta að þú vilt að við fáum að kynnast þér, að þú gefst ekki upp á okkur. Við, mannkynið, ekki bara við hér, heldur mannkynið yfirleitt, yfir höfuð, hvar sem það er. Það er búið að klúðra svo mörgu og að basla og ég veit ekki ef að þú værir ekki Guð, heldur manneskja, þá værir þú löngu búin að gefast upp á okkur. En þú með þú, Guð, Drottinn, fullur náðar, fullur skilnings fyrir okkur, gefst ekki upp á okkur og það er magnað, það er ólýsanlegt, er eiginlega óskiljanlegt. Við fögnum því, við erum þakklátt og erum þess vegna vongóð vegna þess að við höfum þig sem ert Drottinn okkar og leiðbeinar okkur og hjálpar okkur og sýnir okkur þann skilning sem okkur svo oft skortir gagnvart öðru fólki. Gefðu okkur styrk og visku til þess að endurspegla þó svo við með veikum mætti þetta sem þú ert að kenna okkur, þennan kærleika, þetta stóra hjarta, þetta umburðarlyndi, þessa fyrirgefningu sem við getum hvergi lært nema hjá þér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, menntun. Sko, ég er búinn að fara svona yfir nokkrar hugmyndir, hvernig við ættum að tala það menntun og endurlausn. Og kannski það, ég held að það sé besta pælingin að við byrjum á því aðeins að velta fyrir okkur endurlausn. Þetta er svona eitt af þessum orðum sem við mikið notum. Endurlausn frá hverju? Hvað er þetta orð, endurlausn? Ef það væri núna einhver sem situr sem hefur aldrei heyrt þetta orð, hvernig myndum við útskýra það, endurlausn? Hvað merkir það? Frá hverju? Hvaða lausn er það? Einmitt. Það er svo vön að nota þetta svartiði. Já, og ég flettið upp af því að við horfum svolítið á Hvilftarskólann frá Noregi. Já. Og þar er þetta frelsi. Frelsi? Lexían heitir menntun og frelsi. Já. Frá hverju þá? Einmitt, það er kannski auðveldara orð. Já, vissulega, já. Endurlausn er svolítið stýrt og svona gaman. En frelsi frá synd. Já, en þetta er ekki bara lausn, þetta er endurlausn.
Það þýðir þá á íslenskunni í raun og veru eitthvað sem var laust, sem að festist svo, sem núna aftur laust. Ekki satt? Okay. Þannig að við erum föst í synd og við verðum laus við synd. Frelsi frá syndinni. Því mannkynið vissulega byrjar þessu samhengi, byrjar frjálst, festist svo og mun svo aftur losna. Já. Í endurlaust. En svo ekki allir sem finnst þeir vera eitthvað fastir eða ekki frjálsir. Já. Getur fundið alveg fólk sem tala það að því finnst það vera ekki frelsi, að Guð gefi ekki frelsi. Já, akkurat. Jú, mjög. Já. Og hvað það sem við getum hjálpað þeim til þess að skilja? Fræðsla, menntun. Þeir geta ekki vitað ef enginn búinn að kenna þeim. Já. Og ef þeim hefur ekki verið kennt þannig að þau geta skilið. Já, þetta Það bara, svo krakkar í skóla, þau finnst erfitt að skilja af hverju það reglur. Þú veist, en það er erfitt að skilja umferðarreglur, en það ofta erfitt að skilja af hverju einhverja reglur það hvort ég megi segja eitthvað ljótt eða hlaupa á ganginum eða hvort ég megi taka eitthvað fram einhverjum eða ekki. Indró að segja hérna redemption. Endurlaust frelsun, gæti meintur verið frelsun undan fáfræði og ríki. Það var einhver að reyna að koma og ég var eiginlega vonað að væri Indró, en hann greinilega heima við tölvuna. Það mjög óþægilegt að vera með kirkjuna lokað og læsta. Það því miður þannig núna. Við verðum út af sóttvarnareglum að hafa þetta svona og gera okkar besta. En fáfræði, hvernig endurlaust? Hvað meinar Indró? Endurlaust frá fáfræði? Já. Hver fáfræði? Erik segir þetta kemur úr enskunni redemption, leysa úr fjötrum synda, benda til Jesú. Fjötrar, það eitthvað sem bindur. Menntun frelsun undan fáfræði. Finnst þetta rosa flott setning. Þú ætti bara að sauma þetta út í krossum og hengja þetta upp í Suðurlýjaskóla. Menntun frelsun undan fáfræði, já. Sko, pössum okkur samt á, sko, þarna þurfum við aðeins að passa okkur að því að menntun ekki þýðing á education. Menntun bara hluti af. Menntun teaching. Education meira en það. Já, og leksjan fjallar uppeldi, allt sem kemur lærdóm í lífinu við. Það ekki bara skólan. Akkurat. Fáfræði í íslenskri merkingu þýðir skortur á fræðslu. Fræðslu, skilurðu, fræði. Fáfræði ekki mikil fræði. Fáfræði það sama og skortur á uppeldi? Indró. Ég veit það. Kannski einhver leyti. Einhver leyti, en það nóg að vita margt uppeldi, fræði uppeldi, það sama og hafa gott uppeldi, þú veist. Góður uppeldingsfræðingur getur verið fáránlegur pabbi, skilur, eða mamma. Já, en þetta var það sem að heimskur, að vera heimskur, og bara vera heima alltaf, og fara ekki neitt, og þar með þá greinilega þótti á Íslandi það að vera alltaf bara heima, þýddi að þú lærðir lítið, varst fáfróður, og þetta kannski setur svolítið. Ef þeir ekki kennt. Svo getur alveg átt sér stað. Við erum að tala með þetta Jóhann Þorvalds og Fróði, við erum að spá í þessu hvaða fjötrar þetta og hvað teaching, það bara kennsla, það líka uppeldi? Sko, sem sagt, mér langar aðeins að skoða þetta þannig að allt í einu datt mér þetta í hug í morgun að því ég var að velta fyrir mig hvernig ég var að byrja á hverjum, þetta fín leksja, sko. Og á hvaða þræði eigum við að spinna hana, umræðuna og hugsuninni. Og þá datt mér allt einu hug. Menntun og fræðsla, ef við reynum, það er ómögulegt, en við reynum núna að setja okkur í spor Adams og Evu í aldingarðinu. Munið þetta fallega, ég segi þetta, mér þykir bara svo vænt það, þegar Drottinn gekk í kvöldsvalanum. Eðli menntunar og fræðslu. Spurningin náttúrulega þurfti Guð að kenna Adam og Evu.
Og ef já, líklega, þá spurning, hvað kenndi hann þeim? Og munur á menntuninni, ef við tölum frekar menntun en kennslu, á menntun í aldingarðinum, þá ég að meina áður en að þau ákváðu að fylgja snákunum, og svo menntuninni okkar núna eftir að þau ákváðu að fylgja snákunum, og við höfum gert þetta svo oft síðan, fylgja honum frekar en Guð. Fattið hvað ég að meina? Endurlausn sem sagt, endurlausn það augnablik þar sem við erum aftur eins og Adam og Eva voru, þar sem dauðinn dauður, þar sem syndin dauð. Það endurlausn, finnst mér. Fjötrum synda, við þetta svona flott orð fyrir það, við höfum eins og að dauðinn dauður. En þá ekki munurinn þarna í aldingarðinum, þá eru þau með Guð. Já. Guð þeirra mentor, Akkurat. hann þeirra kennari. Já. Og svo erum við, og þau sjá hann, þau ganga með hann, þetta alveg svona áþreifanlegt. Og svo einhvern veginn erum við núna svolítið bara í lauslofti. Já. Erum oft bara að sjá okkur sjálf, sem betur verið öðru hvoru, þá föttum við þann það einhvers staðar og við getum alveg haldið í hann, en við erum svolítið svona bara að synda eitthvað hundasund. Fróði nefnilega Eden, það var uppeldi til ábyrgðar, sko. Það var svolítið eins og agastefna og menntastefna Suðurljósaskóla kallast þetta uppeldi til ábyrgðar. Það sem verið að kenna og þjálfa nemendur í sjálfsábyrgð. Það var vissulega sem Guð var að reyna að fá þau til þess að... Heitir þetta núna, sko, uppbygging til sjálfsaga. Uppbygging til sjálfsaga. Okkur veitir ekkert af því bara öllum að fá uppbyggingu til sjálfsaga. Já, sko, en athugið það samt, sko, sjáu til. Sjálfsagi, spurningin svo, ef við segjum að Guð hafi skapað Adam og Evu í sinni mynd, og svo smá umræða í leksínu hvort þetta hafi verið, þau vitið, með speil auðvitað ekki, ég meina, það náttúrulega bara rugl. En ok, í sinni mynd, þá spurningin þá svo sem var mikið náttúrulega velt upp í sambandi við Jesú. Hvort að Adam og Eva, áður en að þau sem sagt fóru eftir því sem snákurinn leiðbeindi þeim, hvort að þau hafi haft inn í sér löngunina til syndga eða ekki. Og sem þýðir með öðrum orðum þurfti Guð, þegar hann var að kenna þeim leksjur til að forðast syndina, skiljiði, eða ekki. Hann varaði við þessu tré. Já, hann varaði við trén, akkurat. Það er greinilegt að þarna var eitthvað sem að hann gaf þeim möguleika, hann var ekkert að fela allt sem að hann gaf þeim valkosti. Ég veit það ekki, sko, ég bara veltaði þessu fyrir mér. Vegna þess sjáu þið til, það sem ég meina með þessu það sem við lesum svo þessa menntun, sko, tökum þessa, það er ekki talað þá kennara í þessari leksju, en mér finnst, sko, þeir eru nefndir, Jesaja er nefndur, en flottasta kennsludæmi finnst mér þegar Natan fer til Davíðs eftir að hann var búinn að gera þetta sem hann gerist, lét drepa overseldi í rauninni mannin hennar Batsebu til dauða og sem sagt í rauninni gerði svona plott svo að hann fengi konuna sem að hún fannst flott. Svo kom Natan til hans og hvað, já, nákvæmlega, hann kom ekki til Davíðs og sagði skammastu þín, þú ert skíthæll. Hann sagði honum, sko, á nútímamáli, félagsferð í sögu. Já, nákvæmlega, hann sagði honum sögu. Ok,
Og svo gerðist þetta að Davíð allt í einu kveikti á perunni. Af hverju kveikti á perunni? Hvað gerðist? Hver var með í liðinu þarna? Við vitum það, við höfum lært það. Heilagur andi. Þannig þarna var andinn að áminna hann. Þannig að þið sjáið, sko, upplýsingar komu, sagan, þú veist, kemur frá Natan og það vekur mjög sterkar tilfinningar hjá Davíð, þannig að hann segir bara þessi maður hérna, sem þú erst að segja frá í sögunni, hann skíthæll. Ég þoli hann ekki. Refsum honum. Svo bara allt einu hvað gerist, þá það heilagur andi sem kemur inn og segir, hei, Það er þú. kippir í hann, skiljið. Þannig að það er ekki þannig að kennarinn kemur og skammar hann. Sjáðu munin. Kennarinn, það er svo allt annað, þannig að það er samviskan, eða náttúrulega heilagur andi, sem gerir þessa vinnu, þetta mikilvæga mál. Og þá er hann tilbúinn til að læra. Ef að kennarinn hefði komið og skammað hann, hvað hefði Davíð gert? Þú veist, eða eitthvað. Varið sig alveg. Varið sig, nákvæmlega. Þess vegna er þetta svo flott og Lexían byrjar einmitt á þessu, bara í minnistextanum, sérhver reikning er innblásin af Guði, menntunar í réttlæti, ekki bara menntunar, af því það er hægt að vera illa, það er hægt að fá vonda menntun, það er hægt að kenna þér alveg helling og þú getur kunnað utan af fullt af vondu efni. Já. Þú getur fengið svo vonda menntun að þú ert farin að hugsa á mjög vondan hátt, en þetta er menntun í réttlæti og það er það sem er svo flott og svo heldur þetta áfram hérna að það er góður endir og þetta snýst að þekkja Guð og við getum ekki unnið okkur þetta inn, heldur getum við lært þetta og þannig erum við að nálægjast en ekki af því við höfum núna tikkað í einhver box því miður þá eru þetta oft þannig að menntunarkerfi nútímans er sett upp þannig svona eins og hindrunarhlaup og þegar þú nærð að hoppa yfir og hlaupa yfir og þá ertu búin einhvern veginn að sigrast á og þá ertu búin að vinna þér inn verðlaunin en þetta er ekki þannig heldur einmitt þetta að þú ert að læra náð Guðs, kærleika Guðs og með því að þá gerirðu eins og í þessu og þegar við heyrum dæmisögur að þá endurnýjast eitthvað innra með okkur og við skiljum betur. Ef að heilagur andi vill það og ef við erum tilbúin að hlusta, eðlilega. Ellen White segir hérna á sunnudeginu til dæmis að endurreisa í manninum mynd skaparans. Það er þessi, það er eins og að fara utan af einhverju fjötrar af einhverju mynd sem er þarna samt. Þess vegna er þetta lausn aftur, þetta er endurlausn af því að það er eitthvað þarna sem er núna fjötrað og það þarf að brjóta þessa fjötra af og það er enginn nema Guð sem getur það með því eins og segir hérna eiga samskipti við okkur, búa til þessi tengsl. Nákvæmlega þessi tengsl sem er alltaf rofin, voru rofin frá upphafi við Guð, hann er ekki lengur með okkur í kvöldsvalanum, við erum aðskilin og þar af leiðandi erum við svolítið ókunnug og þessi breytingin að við kynnumst Guði snýst náttúrulega ekkert það að við vitum skónúmerið eða eitthvað svona, heldur við eigum samfélag, við eigum samband. Já, hann þarf að spyrja einmitt hvort við, þegar við erum að predika, hvort við erum að gera það eins og Natan, hvort við erum að leyfa fólki að draga þessar ályktanir og gefa þeim þessar sögur og Helga Magni hann segir hversu hvíligjöf þetta sé, að heilagur andi sé með okkur í persónulegu lífi, ekki síst fyrir visku í daglegu lífi og starfi þegar ég leyfa honum að komast að og segir, bara er að tala við Jóhann hérna hversu mikilvægt þetta sé að við gerum þetta svona og Kristín Lára spyr svona hvar værum við án menntunar í orði Guðs og án fyrirgefningar Guðs og það er auðvitað eitthvað sem að við getum séð að fyrirgefningar að vitna í annan prest sem að Manfred var að tala við í gær sem að hérna var að tala þessa staði í heiminum þar sem að, einmitt eins og Kristín Lára er að segja, þar sem er ekki menntun í orði Guðs. Það er samt
Guð að vinna með fólki en þeim tekst samt að velja svo rangar leiðir fyrir sitt samfélag og það þetta sem við myndum kannski segja þetta væri hroki að segja alls þar sem kristni, þar fyrirgefning, þar umburðarlyndi, þar kærleikur. Við vitum að það kannski ekki alveg þannig en þetta að læra orð Guðs, það breytir þeim manneskjum og þar með því samfélagi þar sem það fær að blómstra. En ennþá þurfum við ekki nema að horfa á heimskortið og þá vitum við að þetta ekki alveg svo. Nei, og það skiptir samt alveg höfuðmáli að því að það hefur ekki alltaf verið að þessi kennsla, þessi nálægð við Guð í kærleika. Það hefur ekki alltaf verið þannig og þá erum við að gefa rangamynd af Guði og við höfum brenglaða sjálfsmynd og allt verður í rugli. Hann nefnir hérna Enok sem gekk með Guði. Hvernig ætli það hafi komið fram? Góð. Það samt ágætt að rifja upp að fyrir einhverjum árum síðan á Íslandi þá var það þannig að það var hver bóndi sem var ábyrgur fyrir sínum bæ, sínu fólki, heimafólki, vinnufólki, börnum. Og svo fór presturinn á milli, ekki kannski til að segja þeim sætarsögur eða góðar kjarnyrta dæmasögur, heldur með ég veit ekki hvað það kallast, það voru ekki svipað en það var prigg. Og það var sem sagt þannig að bóndinn var ábyrgur. Og presturinn fór svo á milli og kannaði kunnáttuna á hverjum bæ. Já, í reikningunni. Og kunnu þau það ekki, þá var bóndinn hýddur. Þannig að það var það ábyrgð bóndans að sjá til þess að hans fólk kynni það sem átt að kunna. Þetta kannski að einhver leyti skilvirk leið til þess að koma þvinga í raun og veru fræðslu upplýsingum inn í minnið hjá fólki en við veitum að held ég alveg þetta gengur ekki, það er gott að þetta hægt. Ég væri ekki til dæmis til í þann rúnd að þurfa að fara með pískinum og heimsækja kennarana og þurfa að berja þau ef að nemendurnir kunni ekki nógu vel. En fólk hefur komið upp með ýmsar leiðir. En þetta góða leiðin. Það ýmislegt sem þyrlast upp hjá mér, þyrlast upp til þess minningin þegar ég vann sem prestur og það voru einstaklingar sem sögðu við mig að ég stæði mig ekki nóg vel í að ávíta fólk. Þannig að ganga auðvitað, ég veit ekki lesið það stendur hérna, hlutverk prestsins er að ávíta fólk en það sem sagt, þessi skoðun til en það ein minning en svo hitt þetta með kennslu og með nám eins og þú nefnir þarna presturinn sem sagt greinilega með ákveðið plan, með einhver ákveðna skoðun hvað fólk á að kunna og það að prófa það og ef þú stenst prófið þá uppfyllir þú skoðun prestsins þarna það og þá sleppirðu en ef þú uppfyllir það ekki þá sleppirðu ekki, þá þarf að refsa þér og þá náttúrulega spurningin næsta hlýtur þá að vera hvernig endurspeglar það Guð og Guðs mynd. Og þess vegna tekja þetta og kemur við þetta kærleikurinn skiptir svo miklu máli og tengst og að vera öruggur og þetta allt saman sem að Guð vill að við séum örugg og við séum örugg í honum og við þurfum líka í skólastarf að reyna öllu megni að skapa öryggi. Því öðruvísi verður ekki traust og það verður að vera traust, akkurat. Nema það sem að illa ekki að læra neitt. Það það sama á heimilinu. Þess að við erum að tala menntun í svona víðu samhengi. Þá erum við með skólann, við erum með kirkjuna og við erum með heimilið. Og þetta, það það sem Ellen White talar þetta á að starfa saman. Til þess að besta menntun eigi sér stað að þá er samstarf þarna á milli. Skóla, heimilis, kirkju. Og það kærleikurinn og öryggi og frelsi. Þess vegna segir ekki ég kann þetta ekki heldur Manfred
hann reynir frekar bara að áminna svona blíðlega, þannig að við erum auðvitað með þessa ljúflinga hjá okkur og höfum ekki haft þessa stefnu þar sem fólk lamið til menntunar sem skammað til menntunar. Guð kærleikur, hann heldur ekki, þú veist, þó við höfum einhver dæmi það að í Gamla testamentinu að það verið notuð svona einhver harka, en þá erum við líka að tala þjóð sem var að koma á þrældómi, var að koma þú veist, og þekkti ekkert annað en það að það var bara lamið áfram. En Helgi Kárason nefnir hérna húsleistra og segir ofta verið húsleistrar á æskuheimili ömmu minnar og það eitt af þessu fallega sem við eigum í trúarsögu Íslendinga, að það þessi samverustundir þegar að fólk var búið að leggja niður vinnu dagsins og það var sest og það var einhvers staðar týra og einhverjir lásu og þetta hef ég alveg heyrt að margir eru hissa á þegar við erum að rifja þetta upp. Þessi bæði sem sagt, og við vorum auðvitað með, það var hvað var það, 3 eða 4 sinnum á dag sem líka lögð voru niður störf og það var nokkura mínútna bænastund alltaf. Og svo húslestrarnir sem voru líka svo fallegir og það á þessum grunni sem við eigum núna kristið samfélag og núna kannski nýja kynslóð pínu týnd og veit ekki alveg hverju hún á að googla næst en kannski vegna þess að samfélagið ekki, það ekki eins mikið samfélag á heimilinu það meira kannski það á mörgum heimilum að það bara kemur hver inn og fær sér sinn mat og hleypur svo út á íþróttaæfingu eða eitthvað og það ekki fjölskyldan, sest ekki niður, það ekki talað saman. Ég með einn punkt hérna frá vetrarfundunum. Af því að nú ég búin að sitja með bara eins og klessa á tölvuna og fylgist með fólki og ýmsum umræðum og vissulega það þannig og þeir kannski þekki það sem hafi verið á svona Zoom-fundum eða svona fjarfundabúnaði, þá allir með sína tölvu hljóðlausa og það bara einhvern einn sem að tala í einu og þarna var einhver sem var að tala við okkur en einhver annar hafi tekið sér til og skrifa skilaboð sem gátu svo farið til okkar allra og þessi sem var að tala í raun og veru mjög neikvætt það sem að allar kirkjur þurfa að gera núna, þetta að vera á netinu, að vera með fjarfundabúnað og sá sem var að tala var mjög argur yfir því og þetta hafi fannst honum ekki vera svona í raun og Jesús hefði ekki verið svona fjarfundakennari, hann hefði verið í holdinu að koma hitt fólk. En þá benti einmitt þessi skandinavíski samstarfsmaður minn á það sem ég tók eftir þegar við vorum að tala að bréfum Páls á blaðsíðu 68, að tala bréf Páls, hvað þetta var áhrifamikill fagnaðarboðskapur. Senda bréf? Það var fjarkennsla. Það var fyrsta fjarkennsla. Auðvitað var það. Páll gat ekki farið að hitta en hann gat senda skilaboð og einhver annar las þau upp og þau lærðu. Þannig að þarna var verið að nota það sem að hægt var og núna erum við að nota það sem hægt og þetta bara, mér fannst þetta mjög skemmtilegt en sá sem var að tala vildi lítið af þessu vita og fannst þetta kannski ekki mikil speki en okkur sem fannst þetta bara alveg ágætis punktur. Betur geta haft einhver tengsl engin. Já, en þetta sem þú ert að segja, núna við í skólanum til dæmis, núna aftur verið að breyta einhverju og í síðustu viku þá máttu unglingar koma klukkan 9 í staðinn fyrir korter yfir 8 og vikunni þar áður, þá voru unglingarnir að segja þetta svo snemma, þeir eru að koma klukkan korter yfir 8, megum við ekki koma seinna. Svo var klukkan 9, þetta svo seint, nú þurfum við að vera svo lengi. Og svo kemur, og núna, þú veist, það náttúrulega, breytingar eru erfiðar, punktur, og allt þetta vesen sem við erum í, þessi óvissa, hún fer í taugarnar á fólki. Breytingar eru erfiðar fyrir alla. Það eru rosalega erfiðar fyrir suma. Akkúrat. Og þá þú veist, auðvitað kemur þetta út í einhverjum vanhugsuðum athugasemdum, í einhverju reiði, í alls konar svona rugli mætti segja, skilur. Erik nefnir að það var ægi undir húslestrunum
og Jóhann Þorvald segist nú kannast svolítið við þetta líka og Jón Hjörleifur Jónsson hafi sagt honum frá því að hann hafi ekkert verið skammaður fyrir að sveifla fótunum meðan að lesið var. Og allir sem hafa einhvern tíma verið inn í kennslustofum með börnum sem eiga að sitja kyrr, það auðvitað, og þá það hérna á fiktuðu hreyfingin og stundum komum við með einhverjar lausnir. Ég man eftir einhvern tíma var ég með svona eins og reiðhjólabúnað undir sem þau gátu skipst á, þá gátu þau verið að hjóla á meðan. Einhvern tíma vorum við með einhverja teygjur strengdar á milli, en það gátu þau með fótunum fikta. Það engum eðlilegt og síst af öllum börnum að sitja kyrr of lengi og þegja og hlusta. Og það alveg sama held ég á hvaða aldrei við erum. Það erfitt að vera bara óvirkur. Að sitja bara og nota bara þetta, að hlusta og reyna að meðtaka, þannig þó að kennari sé að kenna á fullu, ekki þar með satt að nemandinn sé að læra. Og þetta gildir það sama með okkur þegar við erum að læra hér. Hvað erum við að gera hér nú? Þetta minnum við svolítið á kennaramenntun, sko, þar sem kennarar í fyrirlesturum að þrausa yfir kennaranemum á fyrirlestra sem versta kennsluform og gera það. Í blaðsíðu 69 einmitt talað að viskan sé hagnýt og það það sem við reynum auðvitað, að við reynum að hafa einhvers konar visku, lærdóm, menntun og kennslu, svo æfum við okkur og Guð gerir þetta og hann leyfir okkur að æfa okkur og sendur okkur verkefni, svo fáum við næstu kennslu og höldum svo áfram að æfa okkur. Og við fáum fjölskylduna, vinina, kirkjuna, samfélagi til þess að æfa það sem Guð hefur verið að kenna okkur, öðrum til gagns og hjálpar og til þess að vernda okkur frá ógæfu. Og mér finnst það alveg frábært að þó við klúðrum, og jafnvel eða nennum ekki, eða getum ekki, eða eitthvað, þá það allt í lagi. Svo bara heldum við áfram næst. Og það alltaf annað tækifæri og það náð og það miskunn og það kærleikur og við höldum áfram að leita þess sem enn var óþekkt. Svo það alltaf meira til að læra, aldrei fullnuma og gerum þetta áfram saman. Mér dettur í hug bara svona að þau voru að tala um endurlausn af hvað þetta þá dettur mér svo eiginlega í hug sko sýningi sem voru með í Höfni, Bjarni Grífið, að það var akkurat þessi saga þar sem að við byrjum á því að fara þarna inn og við sjáum það sem allt gott og svo allar myndirnar og allt það sem að við upplifum á leiðinni. Ekki komið tími á B3D aftur. Og svo í endanum að þá var allt aftur orðið gott. Þetta nákvæmlega það. Þurfum við ekki að koma upp á svo vefsíðu með B3D, að því nú má ekki koma á sýningu? Hún var til sko, en sjáu til, mér langar að þetta frábært. Það tvennt, ég með smá rúsinu pókahorninum sem aðeins í seinna. Hún ekki hörð og hún ekki bitur og ekki neitt, sko, bara fín sko. Tíminn líður. En fyrst áður en við förum í það langar mig til þess að síðari hluti leksíun talar speki. Að vera spakur. Salomons. Já, speki yfirleitt sko. Sko spakmæli, ég hugsaði strax páskaegg. Spakur líka rólegur. Já, þetta svolítið merkilegt að vera spakur bæði rólegur og spakur að einhverjum vitur. Þannig að viskan gerir okkur róleg, yfirveguð. En sko, hvað finnst ykkur speki? Speki, og sko, náttúrulega flottasta spekin sem við getum lesið, það eru orðskviðnir, þar sem Salomón en munum ekki gleyma því að þessi sami Salomón skrifaði síðan Predikarann, seinna. Þar sem hann segir, þú veist, allt bull, eða þú veist. Þannig að hann sjálfur, sko, þessi rosalega flotti spekingur, sko, svona síðan bara svona nánast eins og þessum klósettinu og hleypa niður, skilur. Það var lífið hans, var hann byrjar vel og vitur og tekur réttar ákvarðanir og svo... Já, hann var ekki fullnuma. Hann verður mikið fullnuma. Nei, og svo var hann orðinn of ríkur og lífið hans var bara of auðvelt einhvern veginn, þá sá hann þetta. Þá leið hann tilbaka og hugsaði að þetta allt saman bara
eiga, þú veist, allt saman átti, skiptir ekki máli í raun. En hvað finnst ykkur, hvernig upplifið þið speki í ykkar lífi, bæði við öll? Hvað Upplifið speki? Já, þú veist, Þau eru að segja hérna hvaða hlutverk hefur speki í ykkar lífi? Íris er að segja Guð sé fyrir öllu og Jóhann er að segja að menntun hjálpar okkur kannski til þess að mæta óvissu sem að gæti þá einmitt verið að vera spakur, að vera búin að taka við speki, þá erum við ekki einhverju óvissu, þá erum við kannski róleg. Já. Og Erik segir hérna að virkni á tímum Enoks var kannski það að þeir gengu saman, þeir lærðu á göngunni, það er eitthvað ferðalag og sama gerði Jesús með lærisveina sína, það er þetta, það er skemmtileg mynd. Og þeir gengu þannig að munið í Emmaus, þetta er náttúrulega þessi fræga saga, þessi ein frægasta ganga, sko. Þeir gengu saman og hérna er sko, á blaðsíðu 70 stendur sko að heilagur andi er nefndur líka huggari og talsmaður. Þetta er svona, vá, þetta er ekki vondur kennari, það hlýtur að vera góð speki sem að kemur frá huggarann. Speki, viska, er það sama og þekking? Eða hvernig er það? Hvernig tengist þetta? Er það upplýsingar? Er speki það sama Speki er svolítið upplýsingar, já. Er það? Allan orðskviðnar er svolítið þannig. Það er, eða svona eitthvað bara sem er gott að með einhverju meira. Glatt hjarta veitir góða heilsbót. Já. Og sest niður og lest símaskrána, læra nautabóka og fullt af upplýsingar. Dapurt geð, skrælir bein. Það væri komið dapurt geð og væri búin að læra símaskrána. Og nú veit svo til að við erum öll 3 kennarar hér. Hvernig myndi próf úr orðskviðunum líta út? Ég hef aldrei gert próf. Blóðsugan á 2 dætur, kláraðu. Er það, þið veitir, hvernig gerum við? Eyðufyllingarnám, já, það er svona. Hvað á ég að segja þér, sonur minn? Þetta getur þú búið til sjálf þá, eða hvað? Klára, getum við gert þetta þannig, að við segjum sem, sko, þegar sjáum við hérna til dæmis, hérna speki, orðskviðu, tökum hérna, það er náttúrulega svo margt í þessu, sko, öfunda ekki vonda menn og láttu þig ekki langa til að vera með þeim. Þetta er sko, þið vitið, vá, þetta er svo magnað, en hvernig myndum við, er hægt að prófa úr þessu? Nei. Já, það er hægt að prófa úr kristinfræði, við hefum öll farið í kristinfræðipróf. Þú prófar, þú veist, hvað ætlar að prófa? Hvað ætlar að prófa? Já, nákvæmlega. Þú veist, núna er námskráin okkar voða mikið hérna, það er svona hvað þú getur. Hæfni viðmið, frekar en þekkingar viðmið. Og það er erfitt að prófa það. Þú getur horft á það hvað nemandinn er að gera. Getur hann sest niður og skrifa í tölvuna, getur hann rökstutt það sem hann er að segja. Þú veist, það er ekki, þú getur ekki beint lagt fyrir próf, en það held ég að margir hafa, próf hafa minkað með þessu, en þú ert að, það er meira svona í gegnum allt saman að þú ert að sjá, er eitthvað framför, er eitthvað breyting, á eitthvað breyting sér stað. Og þegar ég er að lesa fyrir börnin, nemendur mína, úr orðskviðunum, því að það er mitt uppáhalds, að hérna, mjúklegt ansvar stöðvar bræði, meðandi orð við eitthvað reiði. Þú veist, talið þið saman svona. Já, nákvæmlega. Hvað þýðir þetta, krakkar? Fá umræðum það. Þú veist, ef einhver er reiður, þá, ef ég tala við hann rólega, þá er meiri líkur á það að hann ná að róa sig. En ef ég er reiður, þá bara eins og að kasta olíu á eld. Og þetta, og kannski fá þau eitthvað af þessu með sér, kannski ekki, en ég get ekki prófa það. Nei, þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er þessi hæfni viðmið sem við setjum okkur í dag, sem er mjög áhugavert, sko, þessi tala vera hæf, sem sérst ekki kunna utanbókar. Það er allt annað. Geta tekið þátt í samstarfi, geta tekið þátt í samtali. Akkúrat. En eitt af allra skemmtilegasta próf sem ég hef verið með og námsmatsaðferð í skóla, í kristinfræði, var þegar að við vorum alveg að sofna ofan í bækurnar og blöðin
og fluttum okkur frekar upp á svið í Suðurhlíðarskóla og við vorum búin að læra rosa margar sögur og ég skrifaði niður atriði og setti í hatt og nemendurnir drógu sér og lásu og svo vorum við með bara hrúga af leikmönnum og svo áttu þeir að leika atriði sem þeir drógu og hinir áttu að giska hvaða karakter á biblíunni er þetta, hvaða saga á biblíunni er þetta og það var svo skemmtilegt og allir mundu þessar sögur miklu betur heldur en ef ég hefði haldið mig bara í að kenna inn á kennslustofunni. Og það eru mismunandi aðferðir og Guð kann á okkur og veit hvaða aðferð það er sem við lærum best með og þess vegna stendur hérna í lokin á föstudeginum er ekki sjálfgefið að við skiljum þetta. Við þurfum að læra. Við þurfum að æfa okkur, þurfum heilaðana. Mér langar að hans að núna færa okkur inn í þetta kannski lokahugsun og þessa, akkurat. Allt í lagi. Við erum öll sammála að við þurfum að læra. Helst eigum við að læra þannig að hæfni okkar eykst og flest okkur erum við sammála að okkur skortir. Það er náttúrulega eins og sagt þeim mun meira sem ég veit, þeim mun meira veit ég hversu lítið ég veit, Þá náttúrulega spurningin, núna þessi krakkar í 10. bekk, þau skólaeinkunn hjá þeim skiptir máli fyrir framhaldsskóla og þau sem hafa ekki náð þessum hæfniviðmiðum, sérstaklega með einstaklingsnámskrá og svona, þau fá stjörnumerkta einkunn sem þýðir að þau komast ekki í áfanga í framhaldsskóla sem gefur þeim einingar strax. Þau þurfa að æfa sig meira. Þau þurfa að æfa sig meira, þau hafa ekki náð hæfni til þess að safna einingum í framhaldsskóla strax. Þarna erum við með alveg skýrar línu, við getum útskýrt þetta fyrir krökkunum. Þú veist, það er allt í lagi, þú kemst í framhaldsskóla en þinn framhaldsskóla verður lengri fyrir vikið. Allt í lagi. Við höfum það sama með háskólamenntun, við höfum, þú veist, það er ákveðnar kröfur sem að nemendur í verkfræði eða hvað sem þurfa að uppfylla og þegar þeir eru búin að ná því sínum einingum þá útskrifast þau. En til hvers er menntun og endalaust? Tengist það þannig að þegar við erum búin að ná ákveðnu menntunarstigi þá erum við tilbúin til endalausnar? Er það þannig? Er það þannig að við þurfum og ef það er ekki þannig, af hverju þá, skiljið? Það er okkur blessun að hafa lært þekkja Guð. Já. En það er ekki skiljið. Það er okkur blessun líka að hafa lært að, eins og Tímóteus að þú heldur áfram 17. versi, menntun í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur gerð til sérhvers góðs verks. Það er okkur blessun að fá að taka þátt í því að gera góð verk, að sýna öðrum kærleika. En ég frelsast ekki fyrir það. Heyrðu þið þetta, það sem Steinunn gerði, alveg nákvæmlega eins og við verðum að gera alltaf, að halda áfram að lesa. Ekki bara þetta, heldur áfram. Nákvæmlega, frábært. Já. Þessu þarf að kunna utan að. Þú vilt ekki að verkfræðingur giski á hvað brúin þolir mikið þunga. Það þarf að vera alveg á hreinu. Tannlæknirinn þinn, heilaskurðlæknir, flugmaður, sumt bara, það gefst ekki færi til að setjast niður og stúdera þegar að vandamálið er komið. Þá þarf að vera búið að reikna út fyrirfram í mestu smáatriðum. En þessi viðkomandi einstaklingar þurfa svo líka einmitt að vera á þessum innri nótum því að þau munu þurfa endalaust frá fjötrum syndarinnar og það er bara blessun og kraftur heilags anda sem getur hjálpað þeim skref fyrir skref, eitt í einu, það er, við segjum þetta mikið heima í okkur núna, eitt í einu. Við keyptum svolítið gamalskús og það er svolítið freistandi að reyna að vinna í öllum verkefnunum í einu. En sem sagt, motto heimilisins er þetta, sérstaklega þegar ég kem og kemur fullt af nýjum hugmyndum, þá segja Manfreð og Freyja Rut sem er alltaf hjá okkur að hjálpa.
Eitt í einu. Eitt í einu. Og þetta það sem við gerum með heilagum anda. Við förum eitt í einu. Eitt skref í einu. Til þessar endurlausnir. En þetta þú spyrir, þú veist, þarf ég að vera fullnuma til þess að taka þá, fá að vera með í endurlausninu? Nei. Nei, við getum ekki unnið verða einn. Getum við... Það er bara svo mikilvægt að við fattum það að við getum ekki unnið. Sjá, getum við sagt þetta þannig að núna í þessum heimi deyja allir. Já. Það er bara þannig, því miður. Og við finnum það svo sterklega að þessi dauði hann er hræðilegur, óþolandi. En við getum haft áhrif á lífið á meðan við lifum með ýmsum hætti. Við getum haft það með því hvernig við lifum, hvað við veljum hverjum degi og svo framvegis og svo framvegis. Þekkingin, það sem við lærum til dæmis sjálf, jafnvel, þú veist, þegar ég borða til dæmis ís sem ég langar helst á hverjum degi, sko, þegar ég borða ís eftir klukkan 8, þá vakna upp um miðja nótt og það er vond aðferð að vakna. Ég ætla ekki að lýsa þessu, en það er ekki gott. Þannig ég er búin að læra það. Þannig að við erum að mentast til þess að auka gæðin í lífi okkar. Til þess að, já, og tilgangurinn er að hafa betra líf. En endirinn á lífinu, dauðinn kemur, alveg, já, sama hvað. Ég bara rétt að rúlla hérna yfir. Og Jesús kemur sama hvað. Nákvæmlega. Kristín Lára segir að það sé gott að byrja og enda daginn á því að lesa Biblíuna. Jóhann Þorvalds og Erik eru hérna áfram að tala við okkur og hérna það er svo frábært að við séum einmitt saman að þessu. Og enginn okkar eitthvað búinn að segja ok, nú er ég búinn að læra, nú er ég búinn að lesa, nú er þetta komið, ég er búinn að velja mér hérna minn stað í ferlinu. Nei, ferlið er hreyfing og við höldum áfram. Takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir kærlega. Þetta er svo ómetanlegt að við skulum vera að halda áfram. Það er svolítið búið að eins og gyðingarnir forðum töpuðu synagógunni eða búið að taka svolítið okkur kirkjuna í bili. Þess vegna er svo mikilvægt að trúar að lífið fari fram á heimilunum og þið eru núna svo mikið lykilfólk fyrir ykkur sjálf og fyrir ykkar heimilisfólk að vera að taka þátt. Svo þetta er bara, COVID er ekki alveg búið, við ætlum bara að halda áfram og gefumst ekki upp. Þið eru bara eins og fólki í Efesus eða Kórindu eða í Róm þegar Páll var annar staðar, þannig að bara kær kveðja og engin Páll samt hér, sko. En nú þurfum við að stoppa. Já, nú þurfum við að stoppa og skipta staðsetningu og hittumst í guðsþjónustunni eftir nokkrar mínútur. Takk.
hjartanlega velkomin til okkar hér í Ingólfsstræti í dag. Við erum hérna eins og áður í COVID-inu, örfá að gera okkar besta með ykkur. Við hefum núna undanfarna hvíldardaga gert þetta þannig að við gerum þetta á íslensku og ensku, svo við skiptumst á að þýða svona eftir þörfum. Gavin mun auðvitað predika fyrir okkur í dag á ensku sem svo við fáum alveg svona eðalflotta úrvalsensku til að hlusta á og svo þýði ég yfir á íslensku fyrir okkur líka barnasöguna. Við svona grípum inn í tilkynningarnar og þetta kemur yfirleitt upp á skjáinn líka á ensku svo við ættum öll að geta verið saman enskumælandi og íslenskumælandi aðventistar að fylgjast með guðsþjónustunni sinni þrátt fyrir að kirkjurnar séu lokaðar. So welcome if you're English speaking. We're going to do this together, Icelandic speaking and English. I will be translating for Gavin into Icelandic and also for the children's story. We will have the scriptures up in both languages. We will sing some of the hymns in Icelandic and some of the hymns in English. So we're trying to mix the languages. So please be with us. Whichever language you would prefer. So this is us today on Sabbath, very few in church because that's how we have to do it for now, but we're all doing our best and thank you so much for tuning in and being with us today. The scripture reading, kall til tilbeiðslu, kemur þá upp núna og ég ætla að lesa það hér. Það fyrir Jóhannesarbréf. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. So this is our scripture to remind us of how we will be focusing on God during this service. So Gavin, I will invite you to come now and pray with us. Creator God, we come this morning to worship. Góði Guð, við komum nú til þess að tilbiðja þig. You are the one who gave us purpose and meaning. Þú ert sá sem gafst okkur tilgang og meiningu. You created us for your glory. Þú skapaðir okkur þér til dýrðar. And I pray this morning that our worship will be pleasing to you. Og ég bið að okkar tilbeiðsla í dag verði þér til sóma. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Þá ætlum við að syngja saman. We'll sing now hymn number 6, Psalm nummer 6. Við ljóðum Drottinn meðan lifi. Við gerum okkar besta hér og þið verðið að syngja með heima, annars ekkert gaman að þessu. Thank
Við myndum hafa núna pokan sem færi á milli eða bastkörfuna eða hvernig sem það nú misjafnt eftir söfnuðum hvernig við tökum gjafirnar en númerin koma í lokin á guðsþjónustunni, þá sjáum við í útsendingunni þessi númer sem við notum til þess að gefa gjafir og ég minni á ef þið heyrðu það ekki hjá mér í morgun að á vetrarfundunum núna hefur einmitt komið fram hversu örlátir og trúfastir aðventistar eru því að gjafir, tíund og annað hefur ekki hrunið eins mikið eins og við héldum og óttuðumst heldur og jafnvel hér á Norðurlöndunum hefur það hækkað. Svo takk fyrir því sem eru svona örlát, farið á netið og haldið áfram að styðja kirkjuna. Ég ekki veitir af núna við ætlum að reyna að vera örlát jólin og hjálpa þeim sem eru þurfandi. So please if you would like to assist the church, then you will be donating online. The numbers will come up on the screen at the end of the service. And I just shared this morning, I will do it again now that we have now been in the winter meetings. We're doing it online. And we were told yesterday that it is such a good news that the numbers haven't plummeted as we feared, but rather, and even in the Nordic countries, tithes and gifts and offerings are going up. So thank you for your faithfulness. So þetta eru bara svona atriðin okkar eins og venjulega. Ég ætla að lesa reikningalesturinn sem að Gavin hefur valið sér. Það mun koma núna upp og svo erum við svona á íslensku og ensku til skiptis og þið bara sýnið þessu umburlendi. So be patient, we're trying to do this in both languages, so thank you for being with us. Reikningalesturinn þessi, þetta Efesus kapli 4, vers 11-13. Og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hinn heilögu og láta þeim í þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar, þangað til að við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxta takmarki Krists fyllingar. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, við biðjum þig að vera með okkur í dag. Við biðjum þig að líta til allra þeirra sem eru í okkar samfélagi að takast á við ástandið til þess að reyna að leiða okkur núna út okkur finnst við vera að fara að sjá fyrir endan á þessu. Vertu með þessu fólki sem að leiða okkur núna að loka sprettin. Hjálpaðu stjórnvöldum, þessum heilsutengdu yfirvöldum og þeim sem fara með fjármál og önnur málefni í samfélaginu. Leit þú þetta fólk, leiðu þeim að finna að skrefin sem þau eru að taka, þau getur verið örugg og góð ef þau leita til þín ráðgjöf. Við biðjum fyrir öllum þeim sem hafa veikst, þeim sem hafa mist fólki sitt, gefðu huggun og leyfðu þeim að finna að þú ert alltaf með, þú ert alltaf góður, þú ert alltaf réttlátur og þetta erum við að takast á við núna allur heimurinn saman, svo þetta eru mjög sérstakar aðstæður. Vertu með skólakerfinu hér heima og annar staðar, þetta hefur sett allt úr skorðum og lærdómurinn sem við fáum kannski öll í staðinn, lærdómurinn frá því að takast á við þetta saman, að takast á við þetta með börnunum okkar, að halda utan unga fólkið okkar. Þetta getur verið ómetanlegt fyrir góða framtíð í okkar samfélagi og öðrum, svo hjálpa okkur að úr þessu sem kannski lítur út fyrir að vera vont, getur orðið eitthvað gott. Það bara með þínum krafti sem það getur orðið. Svo við biðjum þig fyrir þessu, við biðjum fyrir öllum trúsystkjunum sem út allan heim, öllum sem eru hér á Íslandi, tilheyra kirkjunni eða jafnvel eru þau sem við munum svo ná til. Blessaðu yfir allt sem við erum að reyna að gera saman í Suðurhlíðaskóla, blessaðu það starf í Hope Channel sem við ætlum að fara að opna og hjálpaðu okkur að feta veginn þannig að við getum verið þér til sóma
öðrum til blessunar í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja það sem að við köllum barnasálm. Þá ef að krakkarnir fóru inn í herbyggi eða settust fram í eldhús að leita, kallið þau inn og nú ætlum við að fara að syngja með þeim og svo kemur barnasaga í kjölfarið. Svo nú mega Manfred og Gavin þeim að syngja með okkur. You can please sing with us. We're doing this for the children, so we will sing whether we feel we're qualified or not. So við reynum okkar besta og þið syngjum með okkur heima. Við erum bara að gera okkar besta hérna í kirkjunni. Það barnasálmurinn sem við köllum Fús þér Jesús, fylgi þér. Gavin, we can stand here because this microphone is quite good and will pick up what we're saying. Yeah. This side. Sorry. Yesterday was an amazing day at our house. Gærdagurinn var frábær dagur í okkar húsi. About 2 years ago, Christiana says it was 3, I took everything out of the upstairs bathroom. Svo heima hjá Gavin og þeim, þá var það þannig fyrir 3 ára, 3 years ago. Well, Christiana says it was 3. Já, svo dóttir hans Kristjana segir fyrir 3 ár síðan að Gavin pappin fór og tók allt út úr baðherberginu og efri hæðinni. I think it was 2, but anyways, I didn't put anything back in there. Hann segir að síðan ekki nema 2 ár síðan, en hann segir að hreinsaði allt út úr baðherberginu og var ekki búinn að koma því fyrir aftur á sinn stað. So, yesterday 2 men came to put everything back inside again. Svo í gær komu 2 menn og settu allt aftur eins og átt að vera. One of them I was talking to, and he was originally from Albania. Svo hann var að ræða við annan þeirra sem var upprunalega fluttist hingað frá Albaníu. And so that set all sorts of memories to me because I lived for 4 months in Albania. Svo það kallaði fram fullt af minningum hjá honum vegna þess að hann bjó í 4 mánuði einu sinni í Albaníu. This is way back in 1992 when the country was still feeling the consequences of living under the great dictator Enver Hoxha. Svo þetta var árið 1992, fyrir löngu síðan, árið sem Leo fæddist, og þá var það þannig að það var búið að vera svona, það sem við kallum einræðisherra sem réði algjörlega yfir landinu. What did you call his name? Enver Hoxha. Enver Hoxha hét hann og greinilega með við svipinn á Gavin var ekki góður maður sem réði yfir landinu. Yes, he was not a good man. He was a terrible man, and they had, over the years, they had completely erased
all signs or thoughts of religion. Svo þetta hafði verið þannig þá í landinu, þessu landi, Albaníu, sem er dálítið langt í burtu, og þau hefðu þá í marg ár tekið og fjarlægt allt sem myndi á trúarbrögð í öllu landinu. They didn't even have, God in their heads really. Þau gátu ekki einu sinni hugsað Guð, það var búið að fjarlægja það bara alveg. So we were some of the very, very first missionaries into the country. Svo við vorum, þessi hópurinn sem hann var í var svona einn af fyrstu hópunum sem kom á trúboðshópurinn í landið. I was living in the capital, Tirana. Svo ég bjó í Tirana sem er höfuðborgin. And we heard that there were some people in a town called Elbasan who wanted to hear about God. Við heyrðum af fólki í nálægum bæ sem heit Elbasan og þar væri fólk sem vildi fá að heyra Guð. So off I went. Svo af stað fór hann. And I came into this room, I think it was someone's living room, and it was packed with people. Fer inn í herbyggi, svona eins og svona stofan í húsinu og það var alveg tróðið af fólki. And there were adults and kids, and they were just in every nook and cranny. Fullorðnir, krakkar, börn, bara allir saman bara og það var alveg stappað af fólki. And then, of course, I had to start to explain to them who Jesus was. Svo þurfti ég að byrja að útskýra fyrir þeim Jesús, hver er Jesús? And it was the strangest experience. Það var mjög undarleg reynsla. Because as I began to explain the story of Jesus, Þegar ég fer að útskýra söguna Jesús, I thought, this sounds crazy. og hann er að útskýra söguna Jesú og hann hugsaði sér, þetta hljómar bara mjög brjálað. Someone came from a place called heaven. Einhver kemur bara af einhverjum stað sem heitir himinin. And he died on a cross Og hann deyr á krossi for your sins. fyrir syndir þínar. And as I'm saying it, all the hairs on my arms just stood up on end. Og þegar maður að segja þetta, bara maður var með gæsahúð. And I thought to myself, if the Holy Spirit doesn't show up, Og hann hugsaði með sér, ef heilagur andi kemur ekki hér and impress these ideas into people's hearts, og hefur þessi áhrif á þessar hugmyndir inn í hjörtu fólksins, they will think I'm a madman. ef heilagur andi kemur ekki að gera þetta, þá mun þau bara halda að ég sé bara brjálaður einstaklingur. It was a very memorable experience. Það var mjög minnistæð reynsla. Last night I was looking in my computer, Svo í gærkvöldi var ég aðeins að kíkja í tölvuna mína and there was the pastor of Elbasan og speaking. það sá ég að það var presturinn úr þessu þorpi, þessum bæ Elbasan. They have a church at the moment of about 20 people. Við erum með svona litla kirkju, 20 manns. The pastor, he came as a 15-year-old into my apartment where I taught him and some other boys. Svo þessi sem núna presturinn þeirra þar hafði komið til Gavins á þessum tíma, þá var hann bara 15 ára og fékk að læra Jesú hjá Gavin. But the point was that there is a church in that town. En stóra málið þetta núna það núna kirkja þar. And it made me think a little bit. Og þá fór ég aðeins að hugsa. Sometimes you might be at school or somewhere else. Stundum þið kannski í skólanum eða einhvers staðar annars staðar. And someone wants to know about God. Og einhver með einhverjar spurningar vill vita eitthvað Guð. And you may think, this is going to sound nuts. Og þú hugsa kannski með þér, þetta hljómar svo klikkað. But the amazing thing is that when you speak God's words, En það sem svo frábært ef að þú segir orð Guðs, God, the Holy Spirit takes the seed that you sow, this idea, þá kemur heilagur andi og með þetta sem þú í raun og veru sáðir í svo frækornum, með orðin sem þú sagðir, and that small idea can completely transform people's og lives. þessi litla hugmynd sem þú getur komið til fólks með því sem að þú segir, eitthvað bara lítið Guð, það getur algjörlega breytt lífunum hjá þessu fólki sem heyrir þig segja það. And so one day I hope to meet people in heaven
who came from that church. Svo dag einn hlakkar hann til að fara og hitta þetta fólk sem fer í þessa kirkju og hitta það á himninum. Because of what the Holy Spirit did in those people's Vegna hearts. þess sem að heilagur andi gat svo gert í lífum þessa fólks. Let's pray. Skulum við biðja saman. Father, I pray that you will take our humble words, Kæri Faðir, við biðjum þig að taka okkar auðmjúku orð, the words that the children watching will speak, orðin sem að börnin sem að horfa, orðin sem þau munu geta sagt, and do something wonderful with their words, og gerðu eitthvað undursamlegt með það sem þau segja. so other people can know about Svo Jesus. annað fólk geti lært Jesú. Amen. Amen. Og þá ætlum við að syngja. Og við ætlum að syngja þennan sálm á ensku. So we will be singing this hymn in English. It is hymn 75, The Wonder of It All, undrið allra mest. Svo þið sem að vilja syngja á íslensku eigi kannski sálmabókina heima, en þetta ætlum við að syngja núna hérna saman á ensku. Svo þá erum við komin að predikuninni. Ég mun þýða fyrir hann Gavin Anthony, formann kirkjunar á Íslandi, sem er frá Englandi og talar þess vegna mjög góða eðal ensku, og ég ætla að gera mitt besta á okkar ástkæra Elíra. Sett hérna á mig þetta apparat og stíg svo til hliðar svo við séum nú ekki of mikilli nálægð. Gjörðu svo vel. I was just having mentioned about this young guy that I taught as a 15-year-old. Bara að vera búin að nefna þennan unga mann sem ég kendi þegar hann var 15 ára. There are 4 or 5 young boys, 15, 16 years, who had come to my apartment regularly. Það voru svona 4-5 svona ungi menn svona strákar sem voru að koma alltaf í íbúðina sem ég bjó. And again, this was the first few months after anyone had been baptized in Albania. Svo þetta eru bara algjörlega fyrstu mánuðinni þarna eftir að mér finnst þess að
If you could step closer to the mic, svo við viljum. Það er einhver sem ræður öllu hérna, þá er það Leo tæknimaður, sem við hlýðum öllu sem hann segir. Svo, já, nú pröfum við betur. Yeah, these were the first, literally the first few months. 3 out of those 4 or 5 boys are now pastors in Albania. Svo 3 af þessum sem voru ekki nema 4 eða 5 í hópnum upphaflega, þeir eru núna prestar í Albaníu. And it's just fascinating how God at the very beginning of the movement or the church in Albania was plotting things Það out. svo frábært núna eftir á að sjá hvernig Guð var þarna á þessum fyrstu skrefum, fyrstu mánuðunum sem að eftir að einhverjir tóku skýrn í Albaníu, hvernig Guð var í raun og veru að undirbúa framtíðarstarfið. Let me say something quickly before I start to look at this passage in Ephesians. Ég ætla aðeins að nefna bara svona snögglega áður en ég fer inn í þetta vers frá Efesus. As you know, this is a very challenging time during this pandemic, and it's caused lots of hardship for people. Og eins og þið vitið auðvitað, þá er þetta erfið tímar út af þessum heimsfaraldri og þetta hefur skapað erfiðleika fyrir mjög marga. We, and therefore, as a church, we have voted some extra funding to help people this Christmas time. Og þess vegna höfum við núna í kirkjunni, þá erum við búin að kjósa og höfum ákveðið að setja auki fjármagn í aðstoð við þá sem í þörf. Part of this funding, a little over 400,000 kroner, has been allocated specifically for churches to do community projects. Svo við höfum sett núna rúmlega 400.000 til þess að söfnuðirnir geta svo sótt í til þess að gera eitthvað samfélagslegt verkefni á sínum stað núna fyrir jólin. Over the Christmas period. So if you have an idea in your church and would like to apply for this money, please let us know and we can try and facilitate that for Svo you. ef það eitthvað sem að þið eru með, einhverja hugmyndir sem þið eru með í ykkar hópi þar sem þið eru að starfa, þá endilega hófið í okkur á skrifstofunni og sækið að fá aðgang á þessum fé. Okay, let us turn in our Bibles, if you'd like to open your Bible to Ephesians 4. Svo ef þið viljið vera svo væn að fletta upp í Efesus kafla 4. The passage that was read a little bit earlier, we're going to have a look at that. Þetta vers sem var lesið aðeins áður, við ætlum að skoða það saman. During this week, Thora and I and Judel were on Zoom for our division year-end meetings. Við 3 formaðurinn, ritarinn og fjármálastjórinn, Gavin, Þóra og Judel, við erum búin að sita við tölvurnar á Zoom á því sem við köllum vetrafundi, sem árlega vetrafundi deildarinnar. And one of the issues that we discussed were the many young people who are leaving the church, disconnecting from the church during this pandemic. Og eitt af því sem hefur auðvitað verið mikið rætt því miður miklu fjöldi af ungmönnum sem að núna bara yfirgefa kirkjuna og í heimsfaraldrinum. This is a problem across all denominations and across the world. Þetta vandamál í öllum kirkjudeildum allan heim. It's also very personal. I have friends that I was at college with who have disconnected from church during this Og pandemic. þetta líka persónulegt því að ég á vini sem að ég var með í framhaldsskóla og þau eru núna að slitna frá kirkjunni. But this is not a new trend. Þetta ekkert nýtt svo sem. It has been happening over a number of years. The pandemic has just highlighted the problem. Þetta hefur auðvitað verið að gerast í mörg ár en heimsfaraldurinn núna svona undirstrikar vandamálið. And as a consequence, Christians from all denominations are asking the same question. Og sem afleiðing af þessu þá eru núna kristnir í öllum kirkjudeildum að spyrja sömu spurningarinnar. When we cannot meet together, what is left? Þegar við getum ekki hist saman, hvað þá eftir? And more specifically then, it has gotten people to rethink or think about what actually is the church. Og þetta hefur fengið fólk svona til þess að endurmeta og velta fyrir sig, hvað kirkja? Now, it is in the context of that question of rethinking the church that I want to provoke your thoughts a little bit. Og það í þessu samhengi þessa hugsun, hvað kirkja í raun og veru sem mig langar til þess að augra þér aðeins. About the church.
til að hugsa kirkjuna and hopefully it won't disturb your lunch too much. og ég vona að þetta trufli ekki hádegismatinn of mikið. I'm going to read this passage again, Ég ætla að lesa þetta vers aftur. Ephesians 4:11-13. Efesus 4, 11-14. Now these are the gifts Christ gave to the church. Þetta eru gjafirnar sem Kristur gaf til kirkjunar. The apostles, the prophets, the evangelists, and pastors and teachers. Get ekki lesa þetta, er ekki með lesglerun. Viltu lesa þetta vers fyrir mig, Manfred? Það er reyndar hérna, fyrirgefið, ég er með þetta. Og frá honum er komið svo gjöf að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hinn heilögu. Yeah, their responsibility is to equip God's people to go and do his work and build up the church, the body of Christ. Og láta þeim í þjónustu líkama Krists til uppbyggingar. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Þangað til að við verðum öll einhuga í trúnni og á þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtamarki Krists fyllingar. Now, in the past, I love this passage, but I've always focused on the end of the passage. Elska þetta vers, en þegar ég hef lesið þetta áður, þá hef ég alltaf bara einhvern veginn einblínt á lokin á versinu. And I've explained it like this. Og ég útskýrt það svona. God has given the church spiritual gifts. Guð hefur gefið kirkjunni andlega gjafir. When we use spiritual gifts in God's way, the church will become unified and mature. Þegar við notum andlega gjafir á réttan hátt, þá munum við þroskast og verða svona fullþroskuð. And therefore we will reveal the character of Christ. Og þá munum við opinbera persónueinkenni Krists. Which is the greatest ambition a human being can have. Sem kannski mest metnaður sem að einhver mann vera getur haft. Now this is all true. Þetta allt satt. But I had not really spent much time thinking about the actual gifts that Paul is listing here. Ég hafði eiginlega aldrei kannski gefið mig í að skoða akkurat þessar gjafir sem eru þarna taldar upp. I just bunched them all together as spiritual gifts. Ég bara hafði alltaf svona þjappað þeim saman í eina andlega gjöf. But these are not a random group of a random list of gifts. En þetta ekki bara eitthvað tilviljani kenndur listi af gjöfum. And think about this. These gifts, which Jesus says he is giving to his church, En þú veltir þessu fyrir þér, þessar gjafir sem Jesus segist hafa gefið kirkjunni, are specifically so the church can become unified eru sem til þess að skapa einingu and mature og þroska and reveal the Christ. og opinbera Krist. These are gifts which gjafir Christ wants to give to every local church. Sem Kristi vill gefa öllum kirkjum. But let's look at this a little bit more closely. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Look at this list, but we'll work backwards. Sjá þennan lista, en við skulum fara aftur á bak. The last gift is teacher. Síðasta gjöfin kennsla, Okay, að vera kennarar. we understand that. Við skiljum það. Then there is a pastor shepherd. Svo það að vera hirðar. That's fairly straightforward. Það bara óskup einfalt. Then there is evangelist. Svo That's það fairly clear. Trúboðar, það líka óskup bara. But suddenly things become a little bit more weird. En svo kemur það svolítið aftur á móti sérkennilegt. We have prophets and finally apostle. Spámenn og postular. I don't know how it sounds in Icelandic, but in English that just sounds a little bit strange. Ég veit svo sem ekki alveg hvernig þetta þýðist á íslensku, en á ensku finnst honum þetta hljóma sérkennilega, and in Icelandic it sounds a bit strange as well. Okay, so we don't really talk about those first Svo two. við tölum yfirleitt ekkit þetta tvennt. Now, we may have a problem brewing. Við gætum verið þarna með eitthvað vandamál. How many apostles and prophets do you have on your local church board? Hvað eru margir postular og spámenn í safnaðarstjórninni? How many apostles and prophets do we have on the executive committee Hvað at eru the margir conference? postular eða spámenn í samtakastjórninni eða annar staðar í kirkjunni hjá okkur?
Can you see the problem here? Sjáu þið vandamálið? If Jesus says, I have 5 important gifts for you, Ef Jesús segir, ég er með 5 mjög mikilvægar gjafir fyrir ykkur and these are to equip your church to become unified and mature, og þetta er gefið með þeim tilgangi, með því marki að þið verði í einingu og þroskuð, but we're missing 2 of them, en okkur vantar 2 af þessum gjöfum, it would seem to follow that we are going to struggle very hard to be unified and mature. þá gæti það kannski einmitt orðið að við myndum eiga erfitt með að vera þroskuð og í einingu. Indeed, it's not just that we are missing 2 of these gifts, or appear to be. Og það er ekki bara þannig að okkur virðist vanta þessar 2 gjafir. It's the first 2 on the list. Þetta er meira að segja að það er fyrstu 2 sem taldar eru upp. Well, maybe it's not all as bad as it sounds. Þetta er kannski ekki svo slæmt. Let's quickly look at what prophets and apostles are. Kíkjum aðeins á það. Hvað er það, postular og spámenn? Firstly, prophets. A prophet is not simply someone who's going to tell you what's going to happen in the future. Spámaður er ekki einfallega bara sá sem segir þér hvað gerist í framtíðinni. A biblical prophet is someone who has such intimacy with God Biblíulegu spámaður er sá sem hefur svo náið samband við Guð that God speaks to them and they speak to others what God has said. að Guð tala til þeirra og þau svo tala til annara það hvað Guð hafi sagt. What is it that God wants to say to the world today? Hvað er það sem Guð vill segja við heiminn í dag? A prophet will be able to tell you. Það er spámaður sem hann gæti sagt þér það. A prophet speaks present truth. Það er spámaður sem talar núverandi sannleika. They reveal what is on God's heart right now. Opinbera hvað það er sem ríkir í hjarta Guðs akkurat núna. Now, perhaps it's not so bad because in one sense we may think or believe that as a church we have been called to give a prophetic message. Svo þetta er kannski þannig að við teljum okkur í kirkjunni að við höfum verið kölluð einmitt til þess að koma með svona spádómlegan boðskap. To speak a present truth. Að tala þennan sannleika, þennan núsannleika. But I'm not really wanting to focus on the prophets now. En ég ætla ekki að einblína bara á spámennina. I want to focus on this first gift in the list. Heldur frekar að kíkja á þessa fyrstu á listanum. The apostolic gift. Postulega gjöf. If we talk about, do you have any apostles in your church or anyone with the apostolic gift, it's going to sound strange. Svo aftur, ef við myndum taka þetta spjall, er þið með einhverja postulega í kirkjuna, er einhver með postulega gjöf í þinni kirkju, þá myndi samtali verða að hljóma svona mjög sérstakt. So let's define this. Svo við skulum aðeins skilgreina þetta. In the original Greek, an apostle was something that was sent out, usually by ship, by sea. Í upprunnu tungumálinu í grísku, þá var það þannig að apostel var sá sem var sendur út, oftast með skipi og var sendur eitthvað út. When it's used in the New Testament, it's not used about things, but about people. Svo þegar það notað í Nýja testamentinu, þá er verið að tala ekki hluti sem eru sendir heldur fólk sem er People sendt. who are sent out on a mission. Fólk sem er sendt út með einhvern boðskap. Sometimes in the New Testament uses the word apostle for disciple. Svo Nýja testamentin nota líka þetta orð yfir lærisveina. Because the whole purpose of disciples are that they are people who are sent out. Því að það er tilgangur lærisveina, það er að vera sendir út. Now think about this in connection to Jesus' own mission. Hugsaðu þetta aðeins núna í sambandi við þá boðun Jesús sjálfs. In John 20 verse 21. Í Jóhannesi 20 vers 21. Jesus says something very significant which you'll be able to translate. Þá segir Jesús eitthvað mjög merkilegt. He says, as the Father has sent me, so I am sending you. Eins og Faðurinn hefur sendt mig, þá mun ég senda þig. Now, what does it mean that Jesus was sent? Hvað þýðir það að Jesús var sendur?
Well, Jesus was sent away from his home in heaven Hann var sendur frá hans himneska heimili to a distant place til fjarlægs staðar so he could reveal his Father to people who would otherwise not be able to know svo hann him. gæti opinbera föðurinn til fólks sem annars hefði ekki vita neitt. And so at the end of the Gospels, Svo við lokin á Guðspjöllunum Jesus says to his disciples, I'm sending you out. þá segir Jesús við lærisveinana, ég ætla að senda ykkur út, I'm sending you to Jerusalem where people hate you. ég ætla að senda ykkur til Jerúsalem þar sem fólkinu í nöp við ykkur, I'm sending you to Samaria where you hate them. til Samaríu og ykkur í nöp við þau, And I'm sending you to the ends of the world which you haven't a clue about. til enda heimsins sem þið hafið ekki hugmyndum. This is what it means to be sent out. Þetta það sem það þýðir að vera sendur út. The work of an apostle is to leave home and go to new places with the gospel. Hlutverk postula að fara að heiman og fara með fagnaðarerindi, fara með boðskapinn. This gift of being sent out Þessi gjöf, þetta að vera sendur út, is what Paul says það sem Páll segir, is the first gift necessary fyrsta gjöfin sem nauðsynlega for your church to be equipped for unity and maturity. fyrir þína kirkju til þess að vera einhuga og þroskuð. If you want to reflect Christ who was sent out, Ef þú vilt endurspegla Krist sem var sendur út, you need to have apostles þá þurfum við postula who are sent out. sem sendur út. So, according to Paul, Svo samkvæmt Páli, if we are not sending people out, we cannot be mature. ef við erum ekki að senda fólk af stað, þá erum við ekki full þroska. Now, this is not just a challenge for us here in Iceland. Þetta ekki bara áskorun til okkar hér á Íslandi. This has been a challenge across the entire Christian world Þetta hefur verið áskorun í öllum hinnum kristna heimi for a very long í time. langan tíma. And let me explain why. Ég ætla aðeins að útskýra hvers vegna. In the first few centuries after the resurrection, the church was truly an apostolic movement. Á fyrstu öldunum eftir upprisuna þá var kirkja vissulega svona boðandi kirkja. They were often an underground church suffering persecution, Voru oft svona neðanjarðarsamtök sem að voru ofsótt, but despite persecution, Christianity spread. en þrátt fyrir ofsóknir þá breyttist kristnin út. It was a movement. Það var hreyfing. Then something rather unexpected happened. Svo gerðist eitthvað svona frekar óvænt. In the 4th century, the Roman Emperor Constantine the Great Á 4. öldu þá það að Konstantín keisari, was about to go into battle. hann á leiðinni í orrustu. And the night before the battle, he had either a vision or a dream. Nóttina áður, fyrir orrustuna, þá sér hann sýn eða dreymir draum. And in this dream, he saw a picture of the cross, Þar sér hann krossin, myndin af krossinum, and underneath were the words, "In this sign you will conquer." og undir krossinum stóðu þessi orð, undir þessum merkjum muntu sigra. Constantine won the battle the next day Hann vann orrustuna næsta dag and realized that even though he was a sun worshipper, the Christian God had given him victory. og hann áttar sig á því að þrátt fyrir að hann hafði sjálfur þarna verið sólardýrkandi, þá hafði hinn kristni Guð gefið honum þennan sigur. And so he decided that the empire would become Christian. Svo hann ákveður að allt hans keisaradæmi yrði kristið. Now you may think that was a good thing, Svo maður geti haldið að það væri þá af hinu góða. but the author Stuart Murray observes some subtle shifts that begin to take place. En það þessi höfundur Stuart Murray sem að tekur eftir því að þarna
byrjuðu að verða breytingar that radically changed the face of Christianity. sem á róttækan hátt gjörsamlega breytti ásýnd kristninnar. I'm going to just run through some of these here. Það er bara aðeins að rúlla í gegnum þetta. First of all, infant baptism becomes standard practice. Til dæmis unga barna skírn verður bara það sem er viðhaft. Now, everyone from birth automatically, more or less, becomes a Christian. Þannig að allir eru bara svona sjálfvirt frá fæðingu kristnir. So the whole culture is now considered Christian, Svo öll menningin er núna álitin kristin. and the only ones that need to be converted are those out in the pagan world. Svo þeir einu sem að þarf í raun og veru að snúa eru þeir sem að búa í heiðna hluta heimsins. Under Constantine, he uses political power to impose Christian culture. Svo undir Konstantín og þá er stjórnmálalegu valdi beitt til þess að koma þessu fram Including the enforcement of Sunday worship. og til þess að knýja til dæmis fram sunnudagstilbeiðslu. Large, expensive buildings were built for worship. Stórar byggingar, dýrar eru byggðar til þess að biðja í An official clergy was og formalized. það er stofnuð svona formleg prestastjætt. This clergy is now formally ordained. Núna erum við þá komið með þessa formlegu prestvígslu They are now responsible for the work of the og church. þeir bera núna ábyrgð á starfi kirkjunar. And the people become more or less consumers of religious services. Og fólkið, almenningurinn, verður raun og veru frekar svona eins og neytandi trúarinnar. And this creates a number of important shifts. Svo þetta svona er grundvöllurinn fyrir mjög mikilvægum breytingum. First of all, the church moves from the margins of society to the center and is now the only legitimate religion. Svo það er þá að þetta færist þá, trúarbrögðin færast frá útjaðri samfélagsins inn í bara að vera kjarnin og vera viðurkennd opinber trúarbrögð. What was a grassroots movement, Það sem hafði verið grasrótarhreyfing a decentralized network, sem var svona net sem var kannski ekki endilega miðstýrt, becomes a formal, rigid, hierarchical organization. það verður núna þetta stigvald það sem er svona miðstýring. People who have been meeting in houses, Fólk sem hafði verið að hittast bara í heimahúsum, often underground to avoid persecution, jafnvel neðanjarðar til þess að forðast þessar ofsóknir, they're now moved to these large buildings. hafa núna fært sig inn í þessar stóru byggingar And the buildings now become known as og churches. þessar byggingar verða þekktar sem kirkjur. Church leadership that had previously focused on spiritual gifts, where apostles were equipping people to be sent out, Svo leiðtogarnir sem að þá áður hefðu verið að leita að og þjálfa upp postula til að senda út, moved to this ordained only professional clergy, og þetta breytingarna verða þessar að það verður bara þeir sem eru prestvigðir and they're mostly focusing on defending Christianity og þetta fer svona meira þá yfir í það að vera bara að verja kristnina and are operating as pastor teachers to do that. og þeir svona taka sér þá það hlutverk að vera í svona kennslu presthlutverki. Communion, which used to be a community meal of the believers, Kvöldmáltíðin sem hafði áður verið svona samfélagsmáltíð meðal hinna trúuðu and baptism, which was only performed by the ordained clergy. og svo skírnin sem að líka núna var það bara framkvæmt af vígðum prestum. These things moved to become institutionalized rituals Þetta urðu svona stofnanalegar athafnir. that can only be performed in a church by an ordained priesthood. Einungis hægt að framkvæma í kirkju af presti. So, from the 4th century, Svo frá 4. öld, or since the 4th century, Christianity has operated in a post-Constantinian mode of thinking. svo við höfum eiginlega síðan þá verið í þessu svona eftir Konstantín leið til þess að hugsa.
with a professional clergy. Og þannig hugsum við kirkjuna, þessa atvinnu presta. And a mostly passive laity. Og svona að mestu leyti óvirka leikmenn. That has been the church for hundreds and hundreds and hundreds of years. Þannig hefur kirkjan verið núna í mörg 100 ár. So, therefore, at the same time, the idea of church communities being equipped by apostles to be sent out Og þess vegna þessi hugmynd að vera með postula sem að þjálfast upp í til þess að vera svo sendir út. sent out like Jesus was sent out from heaven to come to the earth, Sendir eins og þegar Jesús var sendur frá himni til jarðar. began to fade and Og þá faded byrjar away þetta svona að dofna þessi mynd. to a large extent. Svona að miklu leyti. The question is, where does this lead Og us? spurningin það, hvert leiðir þetta okkur? You know, earlier in Adventist history, Snemma í aðventssögunni, we described ourselves as an Advent movement. þá lýstum við okkur sem aðvent hreyfingu. Even a book was published called The Great Advent Movement. Þá var jáfnvel gefin út bók sem var einmitt með þessum titli, hinn mikla aðvent hreyfing. But let us rethink our leadership through what Paul writes here in En Ephesians 4. endurhugsum aðeins okkar svona leiðtogahætti út frá því sem að Páll segir. If we are to be a sending out church, an apostolic church, Ef við ætlum að vera apóstolilega kirkja, ef við ætlum að vera kirkja sem að senda út, a church which is on the move, kirkja sem á hreyfingu, if we are to build mature churches as Jesus ef desires, við ætlum að byggja upp þroskaðar kirkjur eins og Jesús vill við gerum, Paul says we need to recover this apostolic gift þá segir Páll að við þurfum að endurheimta þessa apóstolegu gjöf and appoint people at all levels of the church according to these 5 gifts. og við þurfum þá að passa upp á og meta fólki okkar í leiðtoga hlutverkum eftir þessum 5 gjöfum. Now, what is interesting about this apostolic gift Það sem að áhugavert við þessa apóstolegu gjöf that is intended for Jesus to give to every church? sem að ætluð til þess að Jesús gefi hverri kirkju. It's not just interesting because it might be weak or missing. Sorry. It's not important to think about merely because it might be missing from the Það list. ekki bara áhugavert að velta þessu fyrir sér að bara af því að okkur finnst þetta vera svolítið vanta hjá okkur. What is also important is that it is the first one Það in Paul's list. líka svolítið merkilegt vegna þess að þetta fremst og fyrst á listanum hjá Páli. And this doesn't appear to be an accident. Og það verðist nú ekkert vera af tilviljun einni. Paul also has apostles followed by prophets in his list in 1 Corinthians 12. Hann líka í fyrra Korintubröfu með þetta svona einmitt stilt upp og það eru postular og svo spámenn. And earlier in Ephesians 2, he says the church is built on a foundation of apostles and prophets. Og í Efesus 2 þá segir hann þetta að kirkjan byggist á einmitt postulum og spámennum. And I think when you begin to look at these 5 gifts carefully, each one sets the possibility for the next one to happen. Og ég held að ef við lefum okkur að skoða þetta aðeins þá sjáum við að hver gjöf í raun og veru leggur grundvöllin að næstu gjöf á listanum. For without the apostolic gift, the church cannot move to new places. Því án postulagjafar að þá getum við ekki færst, þá getur kirkjan ekki færst á nýja staði. And it is the apostles which lead the way for the prophets to come and announce God's present truth. Og það eru postularnir sem að þá opna veginn fyrir spámennina að koma til þess að boða orð Guðs. It is the prophets that lay the foundation for the evangelists. Það eru þá spámennirnir sem hafa verið að boða orð Guðs sem að opna þá fyrir trúboðunum Who sem koma. form new churches where pastors and teachers are needed. Sem koma þá og stofna nýjar kirkjur þar sem að þörf fyrir presta og þá sem að eftir koma. So what should we do now? Og hvað þá að gera núna? I believe that if we want to expand our church, we need to see this apostolic gift in Ég trúi action. því, ef við viljum sjá kirkjunu okkar vaksa, þá þurfum við að skoða þetta með postulegu gjöfina.
But this is something only Jesus can give to us. En þetta eitthvað sem einungis Jesús getur gefið okkur. These are not human gifts. Þetta ekki mannlega gjafir. It's not just about me being enthusiastic. Það ekki bara nóg að verða spenntur yfir þessu. This is a spiritual gift that comes into the life of somebody, Þetta andleg gjöf sem kemur inn í lífið hjá einhverjum. where everyone knows that the Spirit of the living God is at work in them. Það sem allir sjá að það andi lifandi Guðs sem vinnur í honum. And so, even though we are under a pandemic, Svo jáfnvel þó við séum núna í heimsfaraldri, I really believe that we need to pray as a church for this gift. og trúi ég því að við verðum að biðja fyrir þessari gjöf sem kirkja. That we're not just existing to defend the gospel, Og við séum ekki bara einungis til þess að verja fagnaðarerindið, but to place this apostolic gift back into its right place. heldur að við þurfum að setja þessa apostolísku gjöf aftur þar sem hún á heima, Where it can be used to continually equip people to be sent out og to sem new það places. getur verið notað til þess að byggja upp og þjálfa upp fólk til þess að senda út á nýja staði. Because then Paul says the church will become unified. Því þá, segir Páll, mun kirkjan vera í einhug. Then we become mature. Þá þroskumst við, Then we're able to reflect the fullness of Christ. þá getum við endurspeglað Guð og Jesú Krist. Amen. Amen. Thank you, Gavin, for these challenging words. You wanted to challenge us, you said, so now we're challenged. So við þakkum Gavin fyrir predikunina, hann vildi ögra okkur með því sem hann ætlaði að segja og nú tökum við þetta til okkar og lesum og hugsum og byggjum það sem hann var að predika til okkar. Við ætlum eftir stuttastund að syngja saman sálm en fyrst biðja ykkur heima að vera með okkur í því að fara með faðirvorið. Við hérna sem höfum verið að gera þessa guðsþjónustu með ykkur, það skiptir okkur miklu máli að vita af ykkur heima og vita að núna erum við að leggja okkur saman í það að biðja með þessari bæn sem skiptir okkur öll svo miklu máli. Svo við skulum fara saman með faðirvorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá ætlum við að syngja sálminn númer 293. Ég vil syngja Jesú miskunn. So we'll be singing now hymn number 293.
Já, það eru þakkir og við höfum margt að þakka. Þó þið sjáum ekki mörg andlit eða heyrið ekki mörgum röddum, þá erum við nú samt fleiri sem höfum komið að þessu. Eins og þið vitið þá erum við í samstarfi, í raun og veru ekki bara Reykjavík og Hafnarfjarðarsöfnuður heldur allir hinu söfnuðirnir. Við erum öll að gera þetta saman og við erum líka að nota bæði tungumáli. So if you've been English speaking and you've been watching, thank you so much. I'm just going to recite to you all the names of the people that have come together today to do this, because even if you don't see Erik, he's here in spirit. So þetta kirkjan hans Eriks, hann auðvitað presturinn hér og hann heima núna. Við viljum gjarna leyfa honum að hvíla sig stundum, svo við tökum þá slaginn hér. Steinun alltaf tilbúin, ég veit ekki hvort við hitt hana Steinun, hún alltaf tilbúin, hún kemur og spila fyrir okkur, gerir hvað sem hvenær sem Gavin, góð predikun, takk fyrir það. Manfred alltaf með mér, svo mikið uppáhald. Við erum að hjálpast að. Leo á svölunum, ég veit að hún Sigga setur upp fyrir okkur glærurnar og það heilt teimi í bæði Hafnarfjarðarmegin og Reykjavíkurmegin af tæknifólki og öðrum sem að hjálpast að. Svo þetta var ekki hægt ef við værum ekki öll að hjálpast að. Það væri ekkert varið í þetta og tilgangslaust ef þið værið ekki öll heima að fylgjast með og biðja fyrir okkur. Svo kæra þakki fyrir að vera með okkur í dag. Thank you all who have been helping, assisting, and will be hopefully next weekend, next Sabbath, you will be watching with the children's program that will be broadcasting from Hafnarfjörður, because we have team, vinn á báðum stöðum, sagði einhver, so we have friends in both places, so we have also friends in Hafnarfjörður. Það verður barnasamkoma næst, börnin í Hafnarfirði, börnin allstaðar af landinu, reyndar eru búin að sem fólkdur sinni verið að undirbúa núna, það verður svo skemmtilegt, ekki missa því, verðið með okkur næst. Takk fyrir öll, Erik, Sigga, Steinun og Leo og Manfred, Gavin og við öll sem höfum verið að hjálpast að. Það svo gott að vita af ykkur heima, það gefur okkur tilganginn að gera þetta. Svo takk fyrir, verum saman, styðum hvort annað, hóið í hvort annað yfir vikuna, svo við getum líka öll verið saman að næsta hvíldadag. Gavin, would you come and give us hann ætlar að koma með blessunarorðin handa okkur. Let's pray. En Guði sem megnar að varveita yður frá hrössun og láta yður koma fram fyrir dyr sína leitalaus í fögnuði. Einum Guði sem frelsar oss fyrir Jésu Krist, drottinn vorn, sé dýrð, hátæg, mátur og vald frá alda öðli, nú og allar aldir. Amen. Amen.